ávaxta jólatré? Því ávaxta jólatré eru ótrúlega holl og mjög sniðug þegar maður vill fá eitthvað hollt snakk með sjónvarpinu jólin. Ekki bara kökur og súkkulaði og svona. Ekki bara kökur og súkkulaði, það samt mjög gott. Í ávaxta jólatréð þá þurfum við að fá 1 epli í botninn. Hörðu. Og svo þurfum við að fá 1 gulrót sem stendur upp. Já. Það þurfum að velja ykkur ávexti á jólatréð. Hvað þurfum við fleiri? Við þurfum líka grænmeti. Við ætlum líka að búa til grænmetis jólasvein. Jólasvein úr grænmeti? Já, hann verður ótrúlega flottur og svo verðum við með ítímu við hliðina á grænmetinu. Paprika! Já. Hurðaskellið. Þetta getur verið ótrúlega flott skell. Má ég sjá. Já, þetta er mjög líkt. Leiðindaskjóða! Hurðaskellið, ég ætti ekki leiðindaskjóðu, ég er ekki leiðinda. Ég sagði það ekki, ég sagði bara skjóða. Jú, þú sagðir leiðindaskjóðu. Herri, það eru saltangir. Jólasveinar.is kynna með stolti jóladagatal Hurðaskellis og Skjóðu. Í dag er 9. desember og þau ætla að föndra ávaxta jólatré og grænmetis jólasvein. Þá er komið að því að búa til jólatré úr ávöxt. Ég er svo spenntur fyrir þessu. Og hvað gerum við fyrst? Fyrst byrjum við á því að skera epli í tvennt. Og ég kom með epli. Síðan tökum við annan helminginn af eplinu og gerum gat ofan. Sirka jafn stór gat og fyrir gulrót. Má ég sjá, núna? Hringdu mér og stíð. Já, Látum gulrótina. af því að gulrótin á að passa á hann í gatið. Svona. Því næst þá tökum við tannstöflur okkar Handleggar. og stingum þeim á víð og dreif í gulrótina. Já. Einn upp fyrir stjörnuna Eitt kannski eplið. og svo fara þeir bara út allt í eplið og gulrótina. Þegar jólatréð er tilbúið með fullt af tannstöflum, eiginlega næstu eins og kaktustur, Já, bráðum og kaktur. þá förum við að skera niður ávextina. Ég ætla að byrja því að skera niður kýr. Já, og ég ætla að skera niður melón. Núna erum við sko búin að skera niður alls konar ávexti. Og búin að éta þau fullt sjálf. Þeir eru svo góðir. Já. Núna viljum við raða þeim öllum á jólatréð. Má ég setja fyrsta? Já, Ég vil kannski að fara í þessum kífi hérna. já. Má ég setja hann hér? Má setja hann þar sem þú vilt. Bara. Hefjum standa. Það er mikilvægt að nota eplið sem botn og gulrót sem stofn, en annars getið þið nota hvaða ávexti sem er. Nú er ávaxta jólatréð okkar alveg að verða tilbúið. Það er alveg að vera tilbúið. Það er bara eitt eftir. Það er að setja Stjörnuna á toppinn. sem er úr ananas. Já. Tada! Hara! Ó, hvað það er kýrtilega, mér langar bara að borða þetta jólatréð. Já, maður má kannski alveg. En núna ætlum við að búa til grænmetis jólasvein. Herri, ég skal bara fara að sækja gröfitið. Frábært! Við þurfum bara að byrja á því að skera niður allt grænmeti. Ég var að skera bara niður í algjörlega smá. Já, eða bara svona ræmur og alls konar. Ég er tilbúin, má ég byrja? Já, gjör svo vel. Jæja, skóða. Nú erum við búin að skera niður allt gröfitið. Þá er bara að raða því og búa til jólasvein. Ég er svo spenntur að sjá þetta. Fyrst gerum við andlitið og við gerum það úr gulrót. Úr gulrótum. Og drót. Og þú getur gett jólasvein á húnna. Jólasvein og hún er komin frá ofan. Já, hún á að koma fyrir ofan. Og svo er skeggið úr blómkápunni. Úr blómkápunni, það er hvít. Alveg eins og skeggjunni. Svo skulum við búa til holu fyrir munni. Þar mátt þú setja tómatana. Er það þessi? Já, gjörðu svo vel. Hvað er margir? Bara eins mikið og getur. Þetta er svo hot. Og augun ætlum við að búa til úr þessum paprikum sem við erum búin að skera niður og taka einu. Og gettu hvað við ætlum að setja vonið.
Við ætlum að setja fullt af papriku. Nei, við ætlum að setja fullt af ítíðum. Við ætlum að fylla paprikunar af sitthvorri ítíðum. Svo ætlum við að nota radísurnar til að búa til svona hvítt á jólasveinabúina. Og dúsk. Þá er jólasveinninn okkar tilbúinn. Hvað er rosalega flottir. Já. Og jólatré. Þetta er sko frábær leið til þess að búa til hollt og skemmtilegt jólastakk. Heldur betur. Úff, það getur ekki beðið eftir því að byrja að borða það. Ég heldur. Eigum við ekki bara að kveðja þetta? Jú, ég held það bara. Jæja, kæru vinir, þá þökkum við bara kærlega fyrir okkur í dag og við sjáumst aftur á morgun. Kveðja, hurðarskellið og leiðindaskjóða. Nei, hurðarskellur, ekki leiðindaskjóða, skjóða. Ég sagði skjóða. Nei, hvað? Ég prófað. Með hnífu. Vá, hvað ég er orðin svöng. Ég ætla að gæða mér á svona grænmetis jólasveini og ávaxta jólatré. En krakkar, ef að þið föndrið líka svona skemmtilegt nesti, þá megið þið endilega senda okkur mynd af því inn á jólasveinar.is eða inn á Facebook síðan okkar. Sjáumst á morgun!